Velkomin á þessa rás. Þar sem við veksam Jesúa Kristur. Það ósk mín í þessum farvegi að þú hugsir út fyrir þessa jarðvist og hugleiðir andlega og eilífa hluti Guðs. Ég vona að þú haldir áfram þessari ferð sem heilagur andi Guðs hefur hafið í þér til að halda áfram að leita og þekkja Guð frekar. Ég frekar að þú lesir orð Guðs sjálfur í stað þess að trúa skoðunum fólks. Hér erum við að gera okkar besta til að miðla fagnaðarerindi Jesúa Kristur á að minnstakosti 49 helstu tungumálum. Í næstum hverju myndbandi sem við deilum í gegnum Biblíuna að Jesúa Kristur sé Guð og frelsari. Það tekur tíma að þýða allar rannsóknir á þessari rás, svo ég spyr ef þú kannt ensku, vinsamlegast skoðaðu myndböndin á ensku til að læra meira Jesúa Kristur. Íhugaðu líka að YouTube þýðir sjálfkrafa textana á mörgum tungumálum ef þú ferð í stillingarhluta myndbandsins sem þú horfir á. Það undir myndatextahlutanum. Vonandi tungumáli þitt stutt til að vera þýtt af YouTube. Ég vona að heilagur andi Guðs opni eyru og augu hugar þíns, sálar og anda, svo þú getur tekið á móti Jesúa Kristur sem Guði og frelsara. Ef það ekki heilagur andi Guðs sem opinberar þér hver Jesúa Kristur þá getur enginn opinberað þér það sem aðeins heilagur andi Guðs getur gert. Heilagur andi Guðs opinberar þér þetta líka í gegnum hið dýrmæta ritaða orð Guðs. Það líka verkefni okkar að eftir að þú hefur tekið á móti Jesúa Kristur sem Guði og frelsara að þú lætur skýrast og verða upplýstur lærisveinn Guðs okkar og frelsara Jesúa Kristur. Orð Guðs svarar greinilega mörgum spurningum okkar Guð og flóknum viðfangsefnum í Biblíunni. Guð afar flókinn vegna þess að hann óendanlegur. Í þessum rannsóknum vona ég að þú lærir aðeins í einu margbreytileika Guðs. Jesúa Kristur mjög flókinn, svo mikið að þú hefur ekki hugmynd það. Í dag skulum við rannsaka orð Guðs og vonandi geta sál þín, andi og hugur séð aðeins örlítinn svipinn af óendanlegu eðli hans. Þetta verður eitt af mörgum myndböndum fjölvíð hans, óendanleg dýrð. Í dag skulum við sjá hvað Jesúa Kristur sagði að vera Guð sjálfur. Svo fylgstu með. Leyfðu okkur að ganga þessa ferð saman til að vita meira Jesúa Kristur og flókna, margvíða og óendanlega eðli hans og dýrð. Velkomin aftur. Ég vil þakka öllu frábæra fólki á Íslandi og öllum þeim sem tala þetta tungumál hvaðanæva að úr heiminum. Þakka þér kærlega fyrir að horfa á myndböndin á þessari rás. Þar sem við undirbúum nám á mörgum tungumálum gætum við nota þýðingu á Biblíunni á tungumáli þess lands. Ef þú velur, notaðu þá þýðingu sem þú velur á þínu eigin tungumáli til að bera saman ritningarnar í þessum rannsóknum. Ef þú trúir á Jesúa Kristur bið ég þig að gera eftirfarandi vinsamlegast gefðu þér nokkrar sekúndur af tíma þínum til að gerast áskrifandi og líka við myndböndin til að sýna stuðning við þessa rás. Notaðu líka þessa rás til að setja í athugasemdirnar stuttan vitnisburð hvernig Jesúa Kristur hefur bjargað þér og breytt lífi þínu. Vitnisburður þinn mun blessa einhvern annan sem les hann, trúðu honum. Við deilum orði Guðs með þér svo þú getur vaxið í orði Guðs. Á sama tíma vara ég þig við kenningum sem andstæðar orði Guðs.
Við munum kenna þér einstaklinga, hópa eða skoðanir sem við teljum vera andstæðar orði Guðs. Við lifum á tímum mikilla blekkinga, svo það mikilvægt að grunnurinn okkar sé orð Guðs og að við látum leiðast af heilugum anda til að verða lærisveinar sem Jesúa Kristur vill að við séum. Jesúa Kristur sagði eins og skrifað Mattheusarguðspjall 28 vers 19. Íslensk Biblía. 19 farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Til þeirra sem eru leiddir af anda Guðs til að vita meira Jesúa Kristur, vil ég segja ykkur að eitt af því mikilvægasta sem þú ættir að vita að Jesúa Kristur sagði það að vera Guð. Já, hann sagði það. Við skulum heyra hvað Jesúa Kristur segir með eigin orðum að vera Guð sjálfur. Það svo skýrt skrifað í orði Guðs en fólk heldur að skoðanir þeirra séu mikilvægari en orð beint frá Jesúa Kristur. Við skulum heyra hvað Jesúa Kristur sagði. Opinberunarbókin 21 vers 6. Úr aramísku biblíunni á látlausri ensku. Og hann sagði við mig, þeir eru búnir. Ég alab og ég tau, uppsprettan og uppfyllingin. Ég mun gefa hinum þyrsta úr lind lífsins vatns án endurgjalds. Opinberunarbókin 21 vers 7-8. Íslensk Biblía. 7 sá sigrar mun erfa þetta, og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. 8 en fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og frillulífismenn og töframenn, skurðgoðadýrkendur og alla lygara staður búinn í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Heyrðu það nú aftur. Þetta það sem Jesúa Kristur sagði. Ég skal vera Guð hans og hann mun vera sonur minn. Dýrð sé Guði. Vitnisburður Jesúa Kristur meira en nóg. Það ekkert eða enginn skapaður með æðri vitnisburð Guð sjálfan, Jesúa Kristur. Ennfremur sýnir hann okkur óendanleika sinn þegar hann segir að hann sé uppsprettan og uppfyllingin. Jesúa Kristur uppspretta og uppfylling til óendanleika. Við munum rannsaka hér í náinni framtíð hvernig Jesúa Kristur hinn óendanlega Guð. Vantrúaðir hafa enga trú á Guð vegna þess að þeir trúa í raun ekki að ekkert sé ómögulegt fyrir Guð að gera. Guð var hér í mannsmynd fyrir meira en 2000 árum. Guð tók á sig mannlega mynd sem við þekkjum sem Jesúa Kristur. Það sem ómögulegt fyrir mannin ekki ómögulegt fyrir Guð. Ef þú trúir ekki því sem skrifað að Jesúa Kristur hafi talað þá mikill möguleiki á að þú tilheyrir honum ekki. Skrifað í það. Jóhannes 10 frá 26-28. Íslensk Biblía. 26 En þér trúið ekki, því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. 27 Mínir sauðir heyra röst mína, og ég þekki þá, og þeir fylgja mér. 28 Ég gef þeim eilíft líf, og þeir skulu aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Margir byrjuðu sem kristurnir og nú hluti af hópum sem trúa því að Jesúa Kristur sé ekki Guð sem birtist í holdinu. Fráhvarfsmaður sá sem sneri baki við Jesúa Kristur og trúir ekki lengur orðum hans. Eins og skrifað í ritningunni. Þetta að finna í Jóhannes 6 vers 64-66. Íslensk Biblía. 64 En meðal yðar nokkrir sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem myndi svíkja hann. 65 Og hann bætti við, vegna þess sagði ég við yður enginn getur komið til mín, nema Faðirinn veiti honum það. 66 Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Dýrð sé Guði. Eins og þú sérð getur orð Jesúa Kristur sýnt okkur hverjir munu sannarlega fylgja honum og sýna okkur þá sem hafna orðum hans og munu ekki lengur ganga með honum. Taktu eftir tölunni 666 í versi í samhengi þegar þú sér kafla 6 og vers 66. Sjáðu hvað ritningarnar segja að þetta fólk hafi gengið með Jesúa Kristur, en vegna þess að það trúði ekki á orð hans, þá gekk það ekki lengur með honum. Það athyglisvert að fráhvarfsmaður gæti verið tengdur við kerfi djöfulsins, þar sem fráhvarfsmönnum getið í sex.
Kaflavers 66. Einnig allir þeir sem trúa ekki á orð Jesúa Kristur gera sér ekki grein fyrir því að þegar þeir dæma, þá eru það orð Jesúa Kristur sem munu dæma þá. Jesúa Kristur sagði eins og skrifað er. Jóhannes 12 vers 48. Íslensk Biblía. 48 Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara á orðið sem ég hef talað, verður dómari hans á efsta degi. Ef þessi kennsla hefur blessað þig og þér líkar við þetta myndband, vinsamlegast gerist áskrifandi og gefðu leiki við myndböndin á þessari rás. Ef heilagur andi hefur leitt þig til að trúa á Jesúa Kristur, þá skaltu ekki eyða tíma og þiggja Jesúa Kristur sem Guð þinn og frelsara. Því meira sem þú hlustar á orð Guðs, því meiri trú muntu öðlast. Fyrir þá sem ekki eru frá Guði snúa þeir frá orði Guðs. Fyrir þá sem eru af Guði hlusta þeir á orð Guðs. Jesúa Kristur sagðið. Jóhannes 8 vers 47. Íslensk Biblía. 47 Sá sem er af Guði, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki, vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Á þessum erfiðu tímum láttu Jesúa Kristur gefa þér hvíld og frið vitandi að þú munt leggja líf þitt í hendur hans og hann mun gefa þér eilíft líf. Ef þú vilt taka á móti Jesúa Kristur sem Guði þínum og frelsara, láttu okkur vita og við munum fúslega biðja með þér hjálpræði. Eilíft hjálpræði þitt er mikilvægt. Ef þú trúir því sem þú hefur heyrt í dag, þakkaðu Guði fyrir lífið sem hann hefur gefið þér og þakkaðu Guði fyrir hans dýrmæta orð. Þú varst leiddur af anda Guðs í dag til að heyra orð hans. Guð biður þig að játa með munni þínum það sem í hjarta þínu býr. Talaðu við Guð á þessari stundu og gerðu hlutina rétta á milli þín og Guðs. Ekki bíða eftir morgundeginum því þá ertu kannski ekki á lífi. Heyrðu líka eftirfarandi. Rómverjabréfið 10 vers 9-10. Íslensk Biblía. 9 Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpinn verða. 10 Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis. Ef þú ert tilbúin að þiggja ókeypis hjálpræðisgjöf Guðs, byrjaðu þá bæn þína fyrst með því að samþykkja að þú sért syndari og hefur syndgað frammi fyrir Guði. Biddu síðan Guð að fyrirgefa þér allar syndir þínar. Þá þakkaðu Guði fyrir Jesúa Kristur og dauða hans fyrir okkur. Biddu Guð að gefa þér ókeypis hjálpræðisgjöf sína. Játaðu síðan með munni þínum hvað þú trúir í hjarta þínu að hann hafi dáið fyrir þig og hann hafi verið risinn upp frá dauðum. Að lokum skaltu biðja Jesúa Kristur að gefa þér eilíft líf og biðja hann að skrifa nafn þitt í bók lífsins. Þakkaðu Guði fyrir allt og segðu allt annað sem þú hefur í huga þínum og hjarta við hann. Næsta skref er að skýrast og verða lærisveinn Jesúa Kristur. Í næstu rannsókn í þessari röð munum við deila bæn fyrir þá sem vilja láta leiðast í bæn til að fá ókeypis hjálpræðisgjöf Guðs. Guð blessi þig og ástvinni þína.